Já, komið þið sæl. Það verður alveg ágætis veður á landinu hjá okkur á morgun. Það hæðarhryggur sem að fer yfir landið og því verður bara bjart veður mjög víða. En það stendur ekki lengi því að strax annað kvöld þá kemur lagið á nokkrum hraða til okkar og það fer nú væntanlega að rigna á Annesjum vestanlands annað kvöld og síðan mun þessi lagði í raun og veru stjórna veðrinu hjá okkur alveg fram á fimmtudaginn. Ef við lítum á hitasviðið að þá erum við ennþá í þessum kalda loftmassa en hann nú loksins að gefa sig. Lagðin hún kemur með hlýtt loft til okkar og þannig að það fer nú að hlýna eitthvað hjá okkur en þegar hún farin norðaustur á landinu þá mun hún samt senda til okkar smá kalda gusu og þannig að hitatölurnar mun nú væntanlega ekki svona verða eins háar eins og við myndum vona. En svona lítur Íslandskortið út á morgun, það verður svona breytileg átt og síðan vestlæg á landinu svona gola eða kaldi. Það verður væntanlega bjart nokkuð víða og það gæti nú kannski fallið einstaka smá skúrir en það verður svona að mestu leyti þurrt og hitatölurnar svona á bilinu 7 til 12 stig og síðan svona þegar fer að líða daginn þá byrjar að þykkna upp um landið vestanvert og annað kvöld verður nú væntanlega komin svona nokkuð stíf suðvestanátt og síðan á mánudaginn þá mun nú rigna á allt sunnan og vestanvert landið og þessi lægð mun síðan fara yfir landið þannig að það fer síðan væntanlega að rigna einnig á norðausturlandi. En það verður svolítið hvellir, það verður svolítið stíf sunnanáttin og gæti orðið allhvasst tíma en þetta gengur nú nokkuð hratt yfir. Nú á þriðjudeginum að þá verður laðamiðjan komin norðaustur á landinu og svona skilur eftir sig laðadrag þannig að það verður væntanlega svona eitthvað þungbúið og einhver úrkoma norðan til og þá sérstaklega norðaustan til en sunnan og vestanlands ætti nú að farið að létta talsvert til hitatölurnar svona á bilinu 8 til 12-13 stig og síðan á miðvikudeginum að þá ætti nú að fara að létta frekar til sérstaklega landið sunnan og vestanvert en það mun nú svona eima eftir af norðanáttinni þannig að lagðin að senda svona svolítið svalt loft til okkar og þannig að heldur þar með svona hitatölunum niðri sérstaklega norðanvertlandi en svona almennt eru hitatölurnar að komast svona upp fyrir 10 stigin. Ef við skoðum aðeins hvað í gangi í kringum okkur að þá nú svona fínasta veður svona við Eystrasaltið, þar háar hitatölur og heiðskýrt en svona í Noregi og nú svona svolítið þungbúið og dálítil rigning en annars hið fínasta veður í álfunni háar hitatölur og bjart veður allavega austan til en það mun nú væntanlega vera að talsvert mikil úrkoma í Frakklandi og þrumuveður og þessi þrumuveður teyga sig síðan austur á bóginn til bæði Sviss, Austurríki og jafnvel Þýskalands en á Balkanskaganum fínasta veður helst austan til sem einhverjar skúraleiðingar og einhverjar demmur gætu dottið í Grikklandi. Ítalía verður væntanlega með fínasta veður og á Íberíuskaganum verður nú farið að létta til og það verður nú ennþá einhver þrumuveður á svona norður Spáni. Nú síðan ef við förum austur hafa þá nú farið að létta aðeins til hérna við austurströndina við Mexíkóflóa þarna hitabeltislæðin Claudette sem veldur mjög mikilli úrkomu þá sérstaklega í Louisiana á morgun og suðvestan til áfram mjög heitt hitabylgja í gangi og hitatölur eru ennþá ekkert farnar að lækka. En hjá okkur á morgun fínasta veður á landinu, víða bjart veður og fremur hægur vindur en síðan svona seinnipartinn þá fer nú að þykna upp vestanlands og fer síðan að rigna á Annesjum annað kvöld. En svona segja þetta gott að vera í kvöld, verið sæl.